Verkefni 11 gengur sem sagt út á það að við erum með þessi göng hérna, milli húsa eitthvað staðar í eitthvað staðar útlöndum og það gerst bara einn í einu. Og það eru, þegar þið eru að leysa svona verkefni þá er að byrja á því að pæli hverju er verið að stjórna. Þannig að stýringar ganga út á það, byrja á átt að segja hverju er verið að stjórna. Við erum svo með 4 ljós, það eru 2 hérna megin og það eru 2 hinum megin. Og þetta er svona eitt af þessum verkefni sem maður leysir aftur á bak. Ég ætla bara að slökkva skjóvarpanum hérna. Það er svona skemmir fyrir upptökunni. Við erum sem sagt með 2 rauðljós, 1 hérna megin og 1 hinum megin. Við erum með 2 grænljós. Og þið vitið að þið getið breytt litnum í forritinu. Þannig að þetta er nú svona byrjunin á þessu. Og til þess að síðan átt að virka þannig að það logar grænt hérna megin og rautt hinum megin og svo skiptir það bara og er rautt hérna megin og grænt hinum megin. Það þýðir að það logar 1 rautt og 1 grænt alltaf saman. Og betur að tekna þetta hérna, svona. Og við sjáum í rauninni strax að það verður svona frekar auðvelt að stýra þessu með því að nota bara víxlsnertu í einhverjum segulega. Við megum ekki nota snertu í tímalega til þess að stýra svona beint einhverju. Þetta skýra hann bara K1 hennan. Númerin hérna er sennilega 11, 12 og 14. Þannig við sjáum það að leiðu við setjum rafmagnið á þetta að loga hérna 2 ljós. Grænt hér, þetta heita bara hér og rautt þar. Við getum líka að láta heita nær og fjær eða norður og suður eða austur og vestur eða eitthvað. Þá hlýtur að vera öfugt hérna. Það er búin að merkja 1 grænt hér og rautt hér og grænt þar. Þannig að þegar að kveiknar á þessum segulega þá skiptir hérna yfir að hér verður kveiknar rauðljósið og öfugt með hitt. Og þá þau séu algjörlega á sikkurum staðnum þessi 2 ljós hér, sikkurum endanum á göngunum, þá er það hlið við hlið á teikningunni. Og við erum með einn segulega til þess að stýra þessu. Ég var búinn að ákveða hérna fyrirfram að heiti K1 og við þurfum einhvern veginn að stýra honum. Auðveldasta leiðin til þess að stýra honum í dag er kannski ekki alveg gert ráð fyrir í táknasafninu okkar. Stöndum svolítið seinir að uppfæra þau almennilega. Að við getum sett hérna bara inn annan svona sem er hérna, þannig er ekki þetta er ekki seinni inn og þetta er ekki seinni út, þetta er þetta bara, þetta er semst bara blikkari.
Það láta hann heyra hérna blik. Og við myndum geta tengt hann bara beint við rafmagnina. Og þá bara fer hann í gang. Og við getum látið hann bara vera hér. Svona. Klikk hérna. Þannig hver skipti sem að þessi kveikir hérna, þá kveiknar þessum ljósum skipta. Við myndum bara stilla hérna þennan að það væri með jafn langan tíma on og off. En í forritinu hjá okkur þá ekki boðið upp á þennan möguleika. Þannig að þetta bara stúdentversin á forritinu. Þá gerum við þetta aðeins öðruvísi. Og teiknum hérna tímalega sem er seinni inn. Og það eitthvað illa að teikna hamur. Það var X hérna í þessum hérna. Og annan hérna. Alveg eins. Svona. Skýra þá bara T1 og T2. Það geta líka að heita K2 og K3. Og mjög samt hvað menn vilja hvað þetta heita. Og þá virkar þetta þannig að byrjum að setja þennan í gang hérna. Hann byrjar að telja hérna. Við forritinu sem við notum, þá það 5 sekúndur hérna. Þá kveikir hann á þessum hér. Þessa ljósunum. En við þurfum að vera með annan tímalið hérna með svona til þess að T1 hérna, hann kveikir á þessum báðum, þá fer þessi í gang, hann tekur tíman og hvað á hann að gera? Jó, hann á að setja allt ræsli í gang aftur, hann á að gera reset hérna. Svona. Þetta eru bæði tímalega snertur, þá teiknar maður svona fallið við að sveppa undan hérna. Þetta hérna T1 hérna. Þessi hér T2. Væntanlega 15, 16 og 18 hérna. Þannig sjáum það, leiðum við setjum rafmagn á þetta. Þá fer þessi hérna að telja og það loga þessi hérna 2 ljós. Svo kveikir þessi hér. Þá fer þessi segulið í gang, það svissar sér yfir á hin ljósin. Og tímaliðin fór í gang líka. Þegar hann búinn að telja, þá tekur hann eitt hérna stutt hérna. Og hérna allt byrjar upp á nýtt.